Hæ og velkomin í annan þátt af prjónniðurspjalli. Það eru 2 vikur síðan ég tók upp síðast og ég ætlaði svona aðeins að sýna ykkur hvað ég er búin að prjóna síðan þá, hvað ég er svona búin að pæla og segja ykkur frá svona alls konar hlutum. Tengdu garni og prjóni, mest prjóni, bara prjón núna. Síðan síðast er ég búin að klára nokkur hluti, þannig ég var að spá að byrja á því. Og ég var að gera við slatta sokkum fyrir frænda minn og ég held samt að þetta hafi verið tilbúið en ég mér búin að þvo þá og ganga frá endum síðan síðast. Hérna eru fermingarsokkar þennan síðan í fyrra sem fengu nýtt og æpandi stroff. Svo eru þessi sokkar sem ég held að ammans hafi prjónað, fengu nýja tá. Nýja og lengri tá, þá komið gat á annan af þessum þannig að hann getur labbað í þessu. Svo lengdi ég þessa aðeins meira og svona illa farið gatni þannig að þessir fengu aðeins lengri tá þannig að núna ætti hann að geta nota þessi 3 pör af sokkum og allt garnið sem ég notaði, appelsínugula og gráa, er þetta hérna merki sem ég sagði líka frá síðast úr Storkirum sem ég finnst bara mjög gott sokkugat. Og svona planið er að taka hérna 1 par í viðbót frá pappa sem er mjög nýlegt sko en bara er ekki endast mjög vel. Þannig ég ætla bara, ég var að spá að gera bara nýjan hæl en ég ætla að gera alveg nýjan hæl og nýjan fót á þessa því að það eru svo lélegt hérna undir og þetta brúnagatn er ekki endast neitt. Ég ætla að fara að taka upp hælinn þegar ég sá hvað lykkjurnar hérna undir voru lélegar þannig að þessir fá bara alveg nýjan fót. Ég á einhverju liti af þessu gatni en kannski verður þetta bara grátt eða skær appelsínugult. Appelsínugulur er nú einn af uppáhaldslitum pabba míns þannig að þetta er hvort þau bara sokkar sko. Það skiptir engu máli hvernig þeir eru litin. Þannig ég ætla að nota eitthvað gatt sem ég á og bæta þessum sokkum við. Og þá held ég sé bara búin með sokka viðgerðir í bili en það koma nú alltaf aftur sokkar sem þarf að laga. Ég segi stundum að það fylgi að það sé ábyrgð á sokkunum að ég geti gert við þá en það verður kannski ekki endalaust. En það er ekkert mál að laga sokka. Mér finnst það bara gaman að þessi nota er það mikið að það þarf að laga þá. En svo var ég að prjóna þessa hérna sokka, ég sýndi ykkur á síðast og þeir eru svona faded colorway frá Vatnsnes Yarn og ég keypti mér þetta á Garnival og ég gerði alveg bara svo mjög langt hérna fyrst mér með það sem ég gerir vanlega og svona og þeir eru alveg svolítið stærri en ég geri á mig sko. Það mér langaði svo að sjá hvernig garnið yrði en ég náði ekki, þeir hefðu orðið svakalega stórir, ég ætla að nota allt garnið, þannig að ég hélt áfram með þessi hér. Þannig að garnið fer úr þessu ljós ferskjulita, gulan, bleikan, fjólblán og svo ennþá dekkri, bleik fjólblán. Þannig að úr 100 grömmum fékk ég 2 sokkapör. Mjög sætt. Og ég veit ekki hvort það sjáast. Jú, sést. Það er svona feit, það er ekki alveg sami liturinn hérna, hér og hér. Og þetta er úr svona garni sem heitir Merino Nylon Sock, a faded colorway, nema þetta er náttúrulega augljóslega aðri litir, þetta er svona græntóna, þannig ég gerir þessa ekkert tímann, en það var svona 2 hespur sem úr því urðu þessi 2 pör af sokkum og ég á hérna bara eitthvað pínu lítið eftir, þetta er minna en gramm af hvorum hnyklinum. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt og ég mæli með ef þið getið nælt ykkur í svona hjá Vatnsnes að prófa. Þetta er svo skemmtilegt að gera svona faded colorway, kallast þetta. Þannig já, þetta var mjög skemmtilegt. Gaman prjónsokka. Svo er ég alveg að vera búin með Parachute og ég
og búið með framstykki síðast og síðan þá ég búin að prjóna afturstykkið, það dökkt, grænt og blátt og grátt. Ég kláraði bara fullt af afgöngum sem ég átti og þetta eru sömu litirnir framan og aftan á. Og svo ég búin að taka upp lykkjur og prjóna I-cord hérna megin og það líka komin I-cord hérna neðst. Og svo hinni erminni ég að prjóna annan I-cord og svo ég eftir að prjóna I-cord hérna í, það ekki flott, hérna í hálsmálinu. Það svona, svolítið að kiprast, ég veit ekki hvort það sjáist á myndavélinni hérna. Samt ég nota grófara gadd og alveg að prjóna I-cordin frekar laust. Þannig ég að spá ég að klára ermina og hálsmálið og þvo hann aftur. Og ég þvo hann bara vel á öllu og hengdi svo á herðatré. Þannig að hann svona drapey. Þannig að hann sem sagt síðara aftan en hann að framan og mér finnst það alltaf klæðilegt og fallegt. Og svo svona aðeins að stingast út hérna. Það var rosalega margir endar sem ég þurfti að ganga frá út af því þetta bara ein og ein rönd. Þannig svona einstaka endar að stingast í gegn sem ég á bara eftir að klippa. Ég klippi aldrei, alveg endan ég að ganga frá. Ég leyfi alltaf að vera aðeins til þess að gangi tilbaka. Þannig að þetta bara komið mjög vel út, mjög ánægð með það. Og ég sé það svolítið fyrir mér, jafnvel svona yfir svona eins og þennan svona svartan kjól, svona vesti, yfir svartan ból og gallabúsar, var líka mjög töff. Og mér finnst alltaf eitthvað svolítið flott þegar hlutir eru svona síðara aftan. Þannig kemur svona ákveðið shape, ákveðið form á mann. Þetta heitir Parachute og eftir Stephen West. Og svona út af því að ég svolítið Stephen West fan og hefur gegnum tíðina prjóna bara frekar mikið eftir Stephen. Ég bæði pröfuprjónaði og sýnisortnaprjónaði fyrir nokkuð lengi en ég gerði það ekki lengur. Það var svona pínu tókað með prjónagleðina. Þannig að, en ég bara, prjóna mjög mikið eftir Stephen West og ég mæli rosalega mikið með uppskriftunum hans og þetta svolítið mikið svona alls konar munstur, taka upp lykkjur, prjóna saman, svolítið svona skemmtilegt margt og öðruvísi. Og ef þetta að prjóna sjálf, þá mæli ég með að byrja á sjali eftir Stephen. Það sýnir ykkur nokkra hluti sem ég á hérna heima, sem ég hef prjónað eftir uppskriftum eftir Stephen West. En ég prjónaði alveg miklu meira en þetta. Ég hef fullt af peysum og sjölum og alls konar sem ekkert endilega hér. En þetta svona það sem til heima hjá mér. Hérna einu sokkar sem ég prjónaði. Painting Bricks þetta munstur hans. Og ég prjónaði þessa regnbogasokka á son minn fyrir nokkrum árum. 2-3 árum og núna orðnir litlir á hann. Þannig að þeir passa á mig. Þetta fallega regnbogalitaða gadd frá litara sem heitir Undercover Otter og það svolítið skemmtileg saga. Ég fór í aðgerð þarna á þessum tíma, alltaf ekki einmitt 3 ár síðan og ég hef greinilega verið eitthvað hress eftir ég vaknaði og svona svæfing og svona lyf hafa rosalega mikil áhrif á mig þannig að ég pantaði mig garn og ég hugsa mikið til hennar Helgu Arnar á Akranesi vinkonu mína því ég held að hún hafi líka gert það eftir mann en ég hef greinilega bara á ekki vöknun en hérna á spítalanum pantað mig garn, svona mini set, þetta svona litlar hespur hvað er þetta? Minis, bara já, svona 20 grama hespur af þessi hérna og svo bara nokkur viku setna þetta var eitthvað pre-order og pride kit og eitthvað svaka flott þá kemur bara tilkynning á póstinu bara þú ert von á sendingu og ég bara á ég von á sendingu? Hvaða sendingu á ég von á? Þá hafði ég pantað mér þetta sett því að Linda vinkona hefði sett það í story hún var að prjóna eitthvað úr þessu og mér finnst það sjúklega flott svona spekklaður regnbogi þannig að ég hafði pantað mér þá þessa fallegu liti og ég notaði þessu sokka
Svo notaði ég restina líka örugglega eitthvað snild sem man alls ekki hver En þetta já, sokkar eftir Steven West með Lindu Hæl. Linda, vinkonu mín, vinnur með Steven West og þetta hællinn sem hún gerir og hún held ég hafi kennt Steven. En þau, minnst byrjuðu á þessu sokkaprjóni Stevens saman. Þannig að hann gerir mjög skemmtilega sokka. Ég ekki mikið fyrir að prjóna sokka sem eru svona úr einhverju mynstri. Ég ger það yfirleitt bara svona og plain og leyfi gatninu að njóta sín. En þetta var bara mjög skemmtilegt og ég mun örugglega gera aftur svona sokka og þetta svona áferð á mynstrinu en það ekki hérna undir fætinum. Það bara alveg slétt. Þannig að það úrst ekkert að labba á einhver áferð sem óþægilega eitthvað þannig. Mjög flott. Já og síðast ég líka búin að skóla pappirinn úr hérna því sem ég saumaði í þessa krúttlegu peysu. Hvað verður þessi peysu? Það kemur bara ljós en hún var prjónuð fyrir þetta útsaumsnámskeið hjá henni Önnisjökum sem var bara mjög skemmtilegt en ég veit ekki hvort ég mun eitthvað að sauma út en það skiptir engu máli. Það alltaf gaman að fara á námskeið og læra eitthvað nýtt. Maður alltaf að gera eitthvað tíma þá maður með svona smá kunnáttu á því. Já, þetta kannski, já, ég ekki alveg búin með vestið en það alveg að vera búið. Já, ég var að sýna ykkur sokka. Ég var að tala Steven West, einmitt. Uppáhalds sjali mitt eftir Steven West sem ég búin að prjóna mjög mörg og ég líka búin að prjóna teppi eftir sömu skrift. Þetta sérst Jigsaw Puzzle og það prjóna úr tvöföldu fingerringarnir og þetta svolítið svona grófara heldur en bara fingering sjálf þannig að og það tvöfalt og með svona kanti og þetta ég búin að eiga lengi og nota alveg svakalega mikið og þó það oft og þetta svona vetrarsjalið mitt og þetta eitt af skemmtilegasta sem hægt að prjóna. Þú bara byrjar á einum bút svo tekur upp næsta og svo næsta alltaf, já, heldur alltaf tveimur annarkvort ertu bara með grófar garn eða heldur tveimur þráðum af fingering. Það svona akalega skemmtilegt og ég segi alltaf bara við fólk eða veit ekki hvað prjóna. Prjónaði Jigsaw Puzzle eða líka sjálf sem svona pínu grín í einum prjónahóp sem heitir Pearl Break og ég á ekkert svoleiðis. Ég var að prjóna með svoleiðis. Það svona mjög einfalt sjálf. Ég set kannski mynd hérna á skjáinn, ég lærði það síðast af því og það svona röndótt, það tvær hespur, mjög skemmtilegt, líka þetta nota afganga og algjörð svona ferðaprjón. Og sérst einn prjónahópurinn minn sem laus prjónarafélagið, við þetta svona grín, bara ég færi ferðalag, ég ætla að prjóna Pearl Break, allir að prjóna Pearl Break. Ofboðslega skemmtilegt sjálf, fallegt og svona fallegt í laginu, hún prjónaði eins og sé, mjög mörg svoleiðis, ég mæli með því. Líka og Jigsaw nú alveg. Ég verð að segja upphalds, búin að gera mörg. Annað sjálf sem ég á hérna heima, sem ég prjónaði úr afgöngum eins og fyrir mannin minn. Það svona mjög langt og mjótt. Heitir þetta Smooth Move? Ég skal fletta því upp og setja nafnið hérna á skjáin ef ég að ruglast. En þetta svona svolítið mikið eins og trefill og hann notar þetta bara mjög mikið að vinna. Aftur svona röndótt. Ég notaði bara alls konar afganga og það bara mjög krúllegt. Minni pínu kannski á mitt hérna sem ég sýndi ykkur síðast, Versus Unite, svona röndunum fyrir svolítið í stíl. En það svolítið mikið að röndum hjá Steven, auðvitað getum við að ráða því, þú þarft ekki að hafa röndótt sko. Mér bara röndótt skemmtilegt og fallegt. Þetta var sem ég sýndi ykkur síðast, Versus Unite, þetta klárlega, allir var að prjóna eitt svona. Og síðasta sjálfið sem ég fann aftur, mamma mín á til dæmis fullt á sjölum sem ég prjónaði og hvað var svona klappar hérna eitthvað andlitun á mér. Jæja, það sýngu hvað þetta var. Þetta var vogin mín sem ég keypti hjá Vassnes og ég var að vigta eitthvað afganga sem ég var að prjóna. Já, í sokkana, hversu langa sokka ég ætti að gera. Þetta að mér finnst algjör nauðsyn. Það svona lítil kókaínvog. Þannig að hún vigtar alveg bara niður í 0,0 grömm. Keypti hann í Vassnes og það sem var að blikka hérna andlitið á mér. En já, síðasta sjálf sem ég á hérna heima heitir Eyeball sjál held ég bara.
Þetta er svona auga, prjóna hérna hring og hérna og svo er tekið upp, prjóna svona og svo prjóna hérna, svo er svona smá bríós kantur. Ég nota það ekki rosalega mikið en það er svolítið svona spari sjál. Þessi bleiki litur hérna, hann er frá Countess of Blaze og það er handlitari sem var með svona uppsteitt, fíla þegar fólk er með uppsteitt, svona feminist uppsteitt og ég man ekki hvað hann hét, en þetta var svona góðgeramál þessi bleiki og mér fannst það vera, mér svona geggjaði, ég hefði náð að kaupa hana, eina svona hespu og hún varð að vera eitthvað geggjað þannig að hún var náttúrulega bara augað í sjálfinu. Ég man ekki alveg hvernig það var en hún hérna, þess Countess of Blaze sem var handleitari í Manchester, hún litaði þennan lit og safnaði fyrir gott málefni, gott feminist málefni. Þannig já, þetta er svona það sem ég á eftir Stephen West og ég mæli með að kíkja. Hann er búinn að gera náttúrulega bara fullt af uppskriftum, peysum, sjölum, sokkum, húum, alls konar flíkum og bara mæli með að prófa einhverju uppskrift eftir hann. Og ef það er eitthvað, ef ég vandræði með eitthvað, sendið bara á mig. En hann er sko algjör snillingur og svo gaman að sjá hvernig hausinn á honum virkar. En ég verða að minnst algjörgjala í þessu. Ég er alveg viss um það. Mjög spennt að klára parachute í vestið. Svona vestiskjóll, eitthvað svo les. Já, hvað er ég búin að prjóna? Ég kíkti hérna, þetta er búðinn hans, Stevens, er í Amsterdam, geggjum verslun, Stephen and Penelope, góð póki. Ég sýndi ykkur síðast þessna innigóluna, ég prjónaði svona 4 umferðir. Ég ætla að þrjóskast við, ég mun nota þessi peysu mjög mikið þó ég sé ekki alveg stuði til að prjóna hana, þá mun hún verða kláruð. Ég er alveg með þá hreinu, sko. Annað sem ég er að prjóna líka er þessi sokkasnákur eins og ég sýndi ykkur daginn. Ég er ekki búin að prjóna honum, hann bara svona chillar hérna, tilbúinn þegar ég þarf á honum að halda. Já. Allt sem ég er búin að prjóna, svona cirka. Kíkja hérna aðeins niður á bókina sem ég er með. Skrifaði niður. Ég pældi ekkert í clay sweater eða garninu í henni sem var hérna mótagarnið sem ég talaði um síðast. Það er að sjá til hvað ég gerum því, ég vil læta ykkur vita að ég ákveði eitthvað. Mér finnst ég samt kannski verða að klára kannski eitthvað aðra prjónaflík fyrir prjónagleðin á Blönduósi, eins og ég sagði ykkur frá síðast sem verður núna í lok maí byrjun júní, út af því það er svo skemmtilegt að vera í einhverju prjónuðu, svona nýlegu þegar maður fer á svona prjónaviðburði. Þannig að kannski klára ég innigóluna, og ég séum kannski ekki mjög bjartsýn, eða hreinlega hérna vesti sem ég sýndi ykkur síðast. Fraktalvestið, það getur verið. Ég hans eftir að pæli því. Ég þarf að minnstakosti að pæla aðeins betur. Ég held sem að prjóna á sokkum til þess að vera með sýnishorn til þess að tala hvað ég ætla að kenna á námskeiðunum sem ég verð með 2 held ég. Það er svona verið að klára dagskrána. Hæla prjóna námskeið á prjónagleðina Blönduósi. Fylgist með því. Ég set líka á Instagram leið og skráning hefst og svo leist, þannig að getið followa mig á Instagram ef ég ekki að gera það. Svolítið skemmtileg viðbröð sem ég fekk eftir síðasta vídeo, alls konar, mest bara rosalega jákvætt og fólki fannst gaman að horfa. Fólki fannst ég ekki tala of hratt. Ég hafði mestar áhyggjur af því og ég hafði kannski mestar áhyggjur að þetta yrði allt og eitthvað óskýrt og svona. Það er bara alltaf læg, þetta er bara eins og þetta er. Það voru samt 3 sem sendu mér og nú er ég ekki að ljúga. Eins og það er margir sem spurðu, það voru nokk 3 sem spurðu hvort ég geti sagt munin á fingering og DK. Fingeringar er held ég kallað fínband, eitthvað á hérna íslensku. Það er svona til dæmis eins og svona hefðbundi sokkagat. Sokkagat frá Hexex Barbie Girl. Talað prjóna 2 til 4. Auðvitað er hægt að prjóna þetta á fínni prjóna og grófari prjóna, en þetta er svona ákveðin grófleiki. Grófleikin er þá bara að vera að tala hversu þykkt bandið er.
og ég veit ekki hvernig er best að útskýra það, og hérna þú veist, það er fingering og næsta fyrir ofan er DK, svo er til worsted og chunky og alls konar sem er ennþá stærri en það, og lace er ennþá fínna, en ég er bara að tala um þess að tvo svona milligrófi, það er fingering og DK. Þetta er DK-gat, líka frá Hexax í uppáhaldslitnum mínum sem þetta grái fiðringurinn, og það er bara grófara, sem þýðir að það tala um 3 til 5 mm prjóna. Aftur skiptir ekki öllu máli hversu grófa prjóna þú notar, en bara vera áttaði á prjónfestunni. Kannski sýndi ykkur þetta svona. Þetta hérna er fingering og þetta er DK. Þetta er grófara gat. Það eru færri metrar á hespunni, þó þessu eru jafn þungar, en DK er grófara en fingering. Það er alveg hægt að gera DK sokka, og ég var með þá í síðasta þætti, var ég með DK sokka sem ég notaði 3 mm prjóna, ef ég ætla að gera sokka á þessu, 3 mm og 2. Auðvitað prjóna ég frekar laust, þannig ég nota frekar fingerða prjóna, þannig að það er svo erfitt að segja, en í rauninni grunnmunurinn á þessu tvennu er, þetta er fínna, fingering er fínna en DK. Og svona mismunandi, þú veist, eins og skátt til dæmis er alveg eitthvað skilgreint sem eitthvað, kannski, DK worsted meira kannski, en þú veist, þú getur prjónað þetta samt, það fer bara eftir hvað efnið þú vilt fá. Þannig að já, ég veit ekki hvort þið heyrið, þvottavélin mín var að klára og hún syngur hérna. Það verður bara að fá að vera hér, þetta er búið heimilislegt. Já. Það var það sem ég ætlaði að útskýra. Ég ætlaði líka að segja mér um prjónagleðina, voru margir sem spurðu um það, bara eins og ég sagði hann, fylgjast með. Það verður glókslega gaman. Ég hef aldrei farið og ég er mjög spennt að fara og fá að kenna. Prófa líka að kenna. Það verður mikið af nýjum hlutum sem ég gera þessa helgi á Blönduósi. Hversu flippað. Já. Hvað ætlaði ég að segja eitthvað? Já. Ég ætlaði að segja ykkur að mér finnst kannski ekki merkilegt, jú, mér finnst þetta merkilegt, er að á Instagram er ég farin á 2000 followers og ég er nú komið slæmt að followers á TikTok, þó ég sé nú ekki alveg kannski að leggja eitthvað rosa mikið í það, hreinlega því ég kann það ekki. Gengur ekki sérstaklega vel á TikTok, en ég heiti Prjóniða þar líka ef þið viljið kíkja, en kannski, ekkert kannski, ég ætla að prófa og fá unglinginn minn með mér í það að gera það svolítið skemmtilegt. 2000 followers, mér finnst það alveg merkilegt að ná svona mörgum og margir verið fylgjast í því sem ég geri og ég veit ekki hvað ég að gera í tilefni þess. Í tilefni af því. Ég er alveg náttúrulega búin að prófa að halda einhverju prjónahittinga, ég er búin að prófa að gjafaleiki og eitthvað svona. Ef þú erum með einhverja hugmynd, hvað ertu að gera? Þessi tímamót ef ég næ 2000 followers endilega láta mig vita. Það er gaman að heyra líka frá okkur með eitt í viðbót. Ég ætla að prjóna mér eitthvað klút, ætla ég bara að fara að vinda þetta upp. Klútur úr þessu silkigarni, er þið með hugmyndir? Þetta er 100% múlberi silk, fingering, 100 grömm, svona cirka 400 metrar. Heitir greniskófur þessi litur frá systrabönd. Eins og augun í mér eiga til að vera. Hvað þetta ykkur í hug? Langar ekki að gera sófi, langar að gera eitthvað sem er svona létt, svolítið gatamunstur. Er það með hugmyndir? It's a pretty... Annað, sem ég var nú að sýna ykkur hérna aðeins á hann, er þetta silkigat frá Hexax sem ég keypti í Hveragerði í janúar og þetta er grái fiðringurinn. Þetta er sérst uppáhaldsliturinn minn að þeir liti að ég á alltaf eina hespu af þessum lit í fingering sokkagarni og sokkarnir sem ég var að sýna ykkur á hann sem eru, það er ekki mjög snirtilegt hérna kringum mig sko. Þetta hérna er til dæmis grái fiðringurinn. Ég á eina og tekna hérna í gatskapnum af sokkagarni, grái fiðringurinn frá Hexax Dyeworks, en þetta er 50-50 silki og Superwash Merino DK-gat. Keypti mér þetta í ákveðna peysu, en þetta er mjög mjúkt gat. Út af því að silki í þessu, þá er ekki fara að vera neitt burður í þessu. Þetta er ekki eins og skátt sem er frekar svona hrátt,
eða svona lopið eitthvað svona sem er svolítið svona burðugt, þetta er fyrir eitthvað svona mjúkt garn. Þannig að allt sem ég er að fara að prjóna úr þessu er að fara að vera svolítið svona drapey. Ef ég er að horfa hingað, þá er ég að horfa út úr gluggann. Ég er ógeðslega forvitin kona að ég þess að sjá hvað er í gangi að núti, sem er nákvæmlega ekki neitt, sko, bara sól og blíða. Og veðrið er að kalla á að ég fari út í eitthvað svona göngu. En mér langar þess að taka upp þannig þátt, en ég ætla að klára það. Ég á 3 hespur á þessu, sem þýðir að það er 212 metrar, þannig ég á svona 650 metra, ég nota svona large, cirka. Langar ykkur að fallega peysu eða ból eða eitthvað. Þetta er ykkur eitthvað hug, J-K-gat, silki, eitthvað svona frekar drapey, hvernig myndir þú segja það á íslensku? Mjög fallegu litur. Þannig að þetta er svona svolítið að kalla á mig og ég svona er jafnvel að spá ef ég fæ ykkur góð hugmynd af peysu, vesti, ból, einhverju flík úr þessu. Ég muni jafnvel drífa það af núna í maí fyrir prjónagleðina. Kannski. Og klútinn, ég verð nú eiginlega að gera það. Það er svona eiginlega næsta dagskrá. Fyrir utan að ég var beðin að prjóna sokka og vettlinga á lítinn kall sem er í fjölskyldunum mannsins míns. Hann er að vera 2 ára í sumar og ég var beðin að gera sokka og vettlinga á hann. Ég er mjög hrifin af vettlingum, ég er leikskólakennari, það er ekki komið fram. Ég vil prjóna vettlinga sem eru eins og hönd, ekki svona. Þannig að vettlingarnir séu svona, þannig að það skiptir ekki máli hvort það fara að hægra eða vinstri. Og þannig að þú veist, ef börn eru að klæða sig sjálf, þá skiptir það ekki, þá svona gengur þeim betur ef að vettlingurinn má fara á hvort sem er. Þannig ég á eftir að finna mig uppskrift. Ég hef alveg prjónað eitthvað svona vettlinga, ég man alltaf ekki hvað uppskrift ég notaði. Það er til uppskrift eftir Tin Can Knit sem heitir World's Simplest Mittens, gæti mögulega að nota hana. Þarf örugglega bara að nota svolítið fína prjóna. Fann þetta hér í svona poka af afgöngum. Aukagatni, ég held að eitthvað þessi dökkbláu sé frá mömmu reynilega. Ætli þetta sé ekki Pernilla, hérna eitthvað Dala Baby og ég hugsa að þetta hér sé, hef ekki hugmynd, allavega. Ég þarf að gera sokka og vettlinga á hann, 2 ára leikskólastrákin okkar og ég ætla að sýna ykkur hvað ég gerði út af því ég hitta nú ekki á hverjum degi, en ég langar að þetta passi á hann. Mjög smart. Hérna er teikning svona sirka eins og hægt er fyrir að vera 2 ára af fætinum á honum og hérna er höndin á honum, því hvort það sjást svona sirka. Þannig að ég ætla að prjóna þannig að þetta mun svona sirka passa á hann. Eins og til dæmis þessi sokkar sem ég prjónaði daginn, þessi litlu hérna. Hann er með frekar svona þykkan fót. Þessi 2 ára, en ég hugsa að þetta myndi alveg passa á hann þessir hérna, en langar að gera það aðeins grófari fyrir hann. Já, ég held að þetta sé svona bara flest búin að gera, ætla að gera, langa að segja ykkur frá. Ég er ekki í frumskógi, ég er bara heima hjá mér. Flest allar plönturnar í búðinni eru hér, því að þetta er góð staður fyrir þær og þetta er ekki svolítið. Ég nota þetta stundum sem bakgrunn, það er svolítið grútlegt. Svona lítil monster hérna og stóra monsterin hérna niðri og það er vist að fara umpotta þessu öllu en það er bara svo miklu skemmtilega að fara út að ganga í náttúrunni og prjóna bara. Það er hljóta fyrirgefa mér það þess að elskur þó ég bíða aðeins með og klæði mig í nefnu. Bíða aðeins með að umpotta þeim. Já, hvað segir þið? Erum við fíla svona að glápa á prjónaspjall hér, inn á þessu. Mistaminnskosti mjög skemmtilegt, mjög þakklátt fyrir góð viðbrögð og ef það er eitthvað þú getur alltaf senda á mig á prjóni á Instagraminu, kíkja á TikTok, ég er að spá hendi eitthvað grín, þar er ég Magga miðaldra sem er mjög skemmtilegt. Þannig að takk í dag, við sjáumst aftur seinna. Prjónuðu spjalli. Bye!